Skiptir íslenska máli. Fá þér síma sem skilur þig. Samsung. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 14. febrúar, sjálfan Valentínusardaginn. Ég vil byrja því að óska Víkingum í Reykjavík til hamingju með glæsilegan sigur á hinu gríska liði Panathinaikos 2-1. Leikurinn fór fram í Helsinki, það var í raun heimavöllur íslenska liðsins af því að við megum ekki og getum ekki spilað á völlunum okkar hér heima í svona stóri keppni. Ef þeir vinna síðan Grikkina úti þegar því kemur, þá eru þeir komin í 16 liða úrslit. Okkur er tjáð að Víkingar séu nú þegar búin að vinna sér inn 1 milljarð króna í tilefni þessa mikla afreks. Ef ekki að heyra örstutt liðslægið hjá þeim. Mér er sagt að þeir spilað alltaf þegar þeir skori mark í Víkinni. Þetta er ansi gott. En við ætlum að fara hér auðvitað yfir stóru málin í dag. Mér langar til að nefna við ykkur að Morgunblaðið hefur síðustu daga og mbl.is sömuleiðis fjallað mjög alvarleg mál í íslensku skólakerfi. Hólmfríður María, blaðamaður hér á Morgunblaðinu, hefur leitt þá umræðu eins og fyrir daginn þegar kemur að menntakerfinu og það er búið að varpa núna ljósi á algjört ófremdar ástand í Breiðholtsskóla. Þar er allt í hershöndum út af íslenskum dreng og hópi drengja frá Arabaríkjunum sem að standa með honum í því að halda öllu í heljar greipum. Skólastjórnendur hafa tjáð sig við Morgunblaðið og foreldra leið og það er ljóst að það verður að grípa til stórra og alvarlegra aðgerða varðandi þetta ástand til þess að tryggja öryggi og velferð barnanna sem þennan skóla sækja. Það er hins vegar ekki allir á eitt sátti við það að Morgunblaðið skuli fjalla þetta. Skólaþróunarspjallið sem ég hef stundu gert að umræðu efni hér sem er Facebook-vettvangur fólk sem hefur áhuga á þróun í skólamálum, hann fer mikinn og sérstaklega skólastjóri Laugarnesskóla. Hann heitir Björn Gunnlaugsson og hann segir að það sé ósiðlegt af fjölmiðlum að fjalla þetta mál og vitna til foreldra sem að segja farir sínar og barnanna ekki sléttar. Hann vill eins og fyrir daginn í umræðum skólamál einskorða hana við kennar og skólastjórnendur eins og þetta kom okkur hinum ekki við. En sem betur fyrir eru öflugir fjölmiðlar á landinu, öflugir blaðamenn sem að taka þessi mál fyrir, skoða þau onni í kjölinn og vonandi eru síðan stjórnmálamenn og yfirmenn í skólakerfinu reiðubúnir til að taka á þessum málum. Hvet ykkur til að fylgjast með þessari umfjöllun sem heldur áfram á síðum blaðsins og MBL næstu daga. Og enn meira af umfjöllun Morgunblaðsins. Ég hef undanfarna daga unnið að frétta umfjöllun sem birtist fyrst í blaðinu hjá okkur núna á fimmtudaginn og var það hið svokallaða Byrlunamál. Ég fékk Pál Steingrímsson skipstjóra til mín hingað á þennan vettvang í liðinni viku þar sem hann ræddi málið út frá sínu sjónarhorni en það hefur aldrei komist almennilega upp á yfirborðið. Fyrst og síðast vegna þess að inn í þetta mál tengist Ríkisútvarpið, heimildin, eða öllu heldur forverða þess, kjarninn og stundin og blaðamenn sem að því tengjast. Þeir hafa legið á gögnum sem ekki hafa komið fyrir augu almennings fyrir nú. Og við erum að draga upp mynd af þessu máli heildstætt í blaðinu næstu daga. Fyrsta greinin er komin inn á mbl.is, næsta frétt mun birtast í Morgunblaðinu á morgun og svo næstu dag á eftir. Þetta mál er í raun lyginni líkast en tengist alvarlegum veikindum sem að Páll varð fyrir í maí 2021 og eftirleiknum af því öllu saman. Reyfarakennt en allt byggt á þeim staðreyndum og þeim gögnum opinberum sem að við höfum aflað okkar síðustu daga. Hvet ykkur til að fylgjast með því. Hér eftir örskama stund Brynja Dan Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Garðabæ og eigandi Extraloppunar og Jens Garðar Helgason, oddviti sjálfstæðismanna á þingi fyrir Norðausturkjördæmi. Þau ætla að ræða fréttir vikunnar. Þegar við höfum lokið því tali öllu saman kemur hingað Eldur Ólafsson sem er gullgrafari á Grænlandi. Hann birti mjög merkilega grein í Mokkanum hér í morgun stöðu Grænlands, Bandaríkjanna, Danmerkur og Íslands og ætla að fara yfir þau mál með honum. Í lok þáttarins ætla ég síðan að ræða sérstaklega styrkjamálið svokallaða Flokk fólksins sem að fékk 240 milljónir úr ríkissjóði í trási við lög og hingað kemur Einar Geir Þorsteinsson lögfræðingur sem að lagði orð í belg í þessari viku það mál og hann ætlar að ræða það frá forvitnilegri hlið. Fylgist með. Vantar þig nýtt skrifborð? Híslan með öll H1 rafmagnsborð nú á 50% afslætti. Verð nú frá 47.750 krónum. Híslan skrifstofuhúsgögn, Skeifunni 8 og híslan.is.
Við höfum ekki hannað rafbúnað í eldflaug, en við getum það. Lota. Þá eru þau komin hingað til mín, stjórnmálamennirnir Brynja Dan Gunnarsdóttir frá Framsóknarflokki og Jens Garðar Helgason frá Sjálfstæðisflokki. Brynja í sveitastjórn í Garðabæ og Jens Garðar nýkominn inn á þingið. Og áður en við tökum hér spjallið pólitíkina og fréttir vikunar, þá ætlum við að keyra hér í gang svona, bestu senurnar úr stefnuræðu forsætisráðherra og eftirleik hennar niður í þinginu á mánudag. Gjörðu svo vel. Nýtt verklag lýsir sér meðal annars í því að labba ekki inn í ráðuneytinu og spyrja hvernig hefur þetta alltaf verið gert? Það var eitthvað Flokks fólksins sem bað ekki mikið. Svipað á Kalli í sögunum Kalla og Selgeirsgerðina vildi flokkurinn bara fá að vera með. Við ætlum að taka til svo almenningur njóti góðs af. Endur innrétta samfélag sem hefur alla burði til þess að vera fyrir alla landsmenn. Setja almannahagsmuni framar sérhagsmunum. Og eru það almannahagsmunir að ganga erinda heildverslunar í að breyta réttri skilgreiningu á hvað er ostur og lækka toll á innfluttar iðnaðarafurðir sem eru í samkeppni við innlenda hreina matvælaframleiðslu. Tilgangur minn og hugsjón skýr. Ég hér til að berjast gegn fátækt þannig að ekkert barn þurfi að líða skort vegna aðstæðna sem það ræður ekki við. Annar þessara flokka var stofnaður á stofugólfinu hjá stoltum öryrkja, baráttu konu á miðjum aldri sem lögblind og fékk ekki agnarögn af forréttindum í meðgjöf. En ég segi við sjálfstæðismenn, kveinið bara, farið í öll þau setuverkföll hérna inni sem ykkur sýnist. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur mun stöðva kjaragliðnun milli lífeyris og launa því það er réttlætismál. Og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur mun tryggja þjóðinni aukna hlutdeild í arðinum af auðlindum vegna þess að við eigum þessar auðlindir saman. Því miður hefur hvert málið rekið annað sem ber þess merki að hin nýja ríkisstjórn er óþægilega markalaus þegar kemur að því að fara með hið nýfengna vald. Já, svo mörg voru þau orð úr þinginu. Jens Garðar, þú sast undir þessu öllu. Varst það þú sem espaðir Jóhann Pálsson upp? Já, ég skal segja, horfði á stefnuræðu forseta og hlustaði á allar ræðurnar og þetta var náttúrulega stór stund fyrir mig, fyrsta stefnuræðan og svona. En ég verð nú að segja það að frá stjórnarliðunum var þetta nú frekar þunnur 13. Mikið verið að tala að þau væru komin og þau væru verkstjórn og þau væru svona hitt og þetta, svo kom einhverja, hótuðu að ætla að fara að auka útgjöldin svolítið mikið og það á bara að taka það á auknum álögum af atvinnulífinu, af grunnatvinnuvegunum, ferðaþjónustunni, sjávarútveginum og einhverjum fleirum en það var ekkit mikið í þessu, ekki nema bara svolítið mikill æsingur og köflum og ég svona, mér fannst þetta nú, það var hálfþunnu 13. og mikið lagt upp úr því að þau væri alveg sammála. Það er svona, við erum öll sammála og við erum það alveg en svo hefur maður séð þingflokksformann Viðreisnar, hann hefur verið í viðtölum og hefur verið að koma upp í þinginu og segja, auðvitað erum við náttúrulega ósammála nokkra hluti af því að það kom náttúrulega daginn að fyrsta máli sem þeir leggja fyrir er bókun 35 og þá kvöldi svona þegar flestir af stjórnarliðunum eru farnir að þá kemur samgönguráðherra og svona segir að þetta þurfi nú kannski ekki að gerast og þetta getur nú bara farið fyrir dómstólu og eitthvað svona og þá átti maður að sjá því að fyrsta máli sem leggja fyrir að þá eru þau komið með ráðherra sem er svona svolítið á skjön við ríkisstjórnina. Hann er á skjön við sitt eigið mál? Já, svolítið. Þetta var svolítið komist. Sigmar Guðmundsson sem er þingflokksformaður Viðreisnar, hann fer upp í pontu undir liðnum störf forseta og já, hann er lok þinglokin og til þess að árétta það að menn getur nú verið ósammála sem var alveg í þversögn við stefnuræðu forsætisráðherra og fleiri að hér væri komið verkstjórn sem allir væri sammála. En þú segir að þetta fólk sé komið og sé búið að taka völdin, þau eru búin að fleygja ykkur út úr þingflokksherberginu? Já, bláa herberginu, það var stutt stopp hjá mér í bláa herberginu. Já, þetta er 80 ára saga á endarunum? 84 ár, síðan 1941 að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið í bláa herberginu en Er ekki rétt að stærsti þingflokkurinn hafi stærsta þingflokksherbergi? Jó, það er nóga herbergi manna, það er risastórt herbergi þar sem þau voru einu sinni og það er þarna græna herbergi sem að Framsókn var í á sínum tíma, þar voru þau 19 og þannig að það skiptir ekki öllu máli. Ég fór að velta þessu fyrir mér og svo hugsaði
auðvitað langar þeim langar svolítið, þú veist, og þessu einum þingmanni stærri og tala það, þú veist, þau eru rétt rúmi prósenti stærri en við, en þau tala alltaf eins og hérna þau séu bara hafa unni stórsigur með 20%, og auðvitað það fyrir kannski jafnað með stórsigur, svona í svona nálari tíð, en sko, auðvitað langar þeim bara svolítið að upplifa það hvernig að vera sjálfstæðisflokkurinn. Og ég svona hugsaði, það ekki bara það? En svo áttaði mig á því að sko, flokkur fólksins þarna bara hinum megin við ganginn. Og sko, þau geta ekkert verið hinum megin í húsinu. Þau verða að geta hlaupið þarna á milli og helst haft þau bara inn í þingflokksherbergi Samfylkingarinnar. Af hverju það? Til þess að bara, þau eru náttúrulega bara með þau í einhvern veginn svona, eru að passa upp á þau á öllum sviðum, passa upp á þau, sko, þau sjáum núna Ragnar Þór og Ingu Sæland. Og þetta er nú ekki ræðurnar sem við erum vön frá þeim, að allt bara svona alveg niðurdempað og rosa rólegt og það vantaði bara fiðluleik undir ræðurnar hjá Ragnari Þór og Ingu Sæland, sko, og þetta er bara, og ég held að þjóðin alltaf verið að bíða eftir það kemur nú svona smá sprengja, en það kom ekki neitt. Það er greinilega algjörlega búið að reyna svona hafa heimil á þeim, og það er náttúrulega það sem að Samfylkingin vill gera, það er bara geta hoppa hann á milli herbergja til þess að stýra því að þetta fari í eitthvað rugl, sko. Búið að sitja flokk fólksins á róandi? Bara sóbrið skambra og allar mannskapir. Brynjar, þú fylgist náttúrulega með pólitíkin úr annar átt, en þitt fólk fór þetta mikinn, Sigurður Ingi og Halla Hrund Logadóttir, nýr þingmaður Framsóknarflokksins. Já. Þau ætla að láta til sín taka í stjórnarandstöðu núna? Heldur betur, það var bara mjög gaman að fylgjast með þeim megin. Já, af hverju í ósköpunum fórst þú ekki inn á þing í þessu atriðinu? Herri, ég var nú í 3. sæti á eftir honum Ásmundi í Reykjavík norður, en það hófst ekki. Nei, það vantaði talsvert upp á. Já, við gerðum það, sko. En gerist kannski næst. Þú ert eini bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Garðabæ. Er það svona einmannalegt í þessu mikla vígi Sjálfstæðisflokksins? Já, þú veist, það er það alveg á köflum, sko. Það hefði verið skemmtilegt að komast allavega á 2 inn og svona ná að pingpong á milli og einhvern veginn er að fara sér við fólk og svona, en ég er með gott fólk á bak mig og við erum svona duglega að hittast og eitthvað, en hefur verið gaman að ná allavega teiminn. Oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík hefur náttúrulega verið mikið í kastljósinu. Hann mætti hér í dagmálaviðtal hjá okkur í þar síðustu viku og í kjölfarið sprakk bara meirihlutinn og það virðist allt í klessu í borginni. Já, ég náttúrulega held bara og er ekkert eitthvað, eða þú veist, já, ég held að allir borgarfulltrúar hafi svolítið verið búin að átta sig á því að þetta meirihlutasamstarf var ekki að fara að ganga, þannig að þau voru ekki að ná fram þeim breytingum og áherslum sem að þau voru búin að lofa kjósendum, þannig að mér finnst það kannski svona bara virðingavert og að leggja sitt ego til hliðar og hugsa kjósendur. Og það er kannski bara frekar skrítið að flokkur fólksins vilji ekki taka þátt í meirihlutasamstarfi, þar sem þetta eru svona kannski frekar hafa verið þeirra áherslur og hafa einmitt gagnrýnt Samfylkinguna og Pírata fyrir einmitt skipulagsmál, þannig að skipulagsmál, flugvallamálin, samgöngusáttmálan og allt þetta. Já, þannig að maður bara sjá hvað gerist, en Heldur að dagar Einars nafna míns séu taldir í borgarstjórnarstólnum? Heldur að, hvað kallaði þessi, kryddpíurnar muni ná saman? Hvers konar kryddblanda er þetta eiginlega? Ég bara veit það ekki, náttúrulega bara er ekki í þessum hóp og sit ekki þess að fundi, en maður bara, ég veit ekki neitt, frekar en þú, sko, en mér finnst þetta allavega svona, já, mér finnst þetta virðingavert að einhvern veginn vera til í að fórna tjekkanum eins og hann orðaði það og stólnum svona til þess að reyna að ná fram einhverjum breytingum sem er búið að lofa. Ég skar að þú ert náttúrulega búin að fylgjast með þessu þinghúsið nú bara við hliðina á Ráðhúsinu í næstu byggingu. Misreiknaði Einars ekki. Maður upplifir þetta þannig að hann og Hildur Björnsdóttir og Helga Þórðardóttir hafi einhvern veginn búin að innsigla þetta með Þórdísi Lóu í Viðreisn síðan hafði bara komið babb í bátinn. Já, sko, Þórdís Lóa, hún er búin að taka það fram, hún ætlar ekki að vera með kryddpíunum. Nei, það er ekki pláss í klósettinu. Og ég held að svona þegar það var að fara að kynna þennan hóp til leik, sko, talandi sóbril, mér skilst að það sé uppselt í öllum apótekum Reykjavíkur núna, bara borgarbúar, sko, en ég held að... Bara áhyggjum, bara vera róandi næstu mánuði. En ég, sko, misreiknaði sem misreiknaði ekki, auðvitað var greinilega það var komin einhver þreyta, það var greinilega komið að einhverjum endalokum í þessu samstarfi og ég held að það sem Einar gerði,
hann getur vel verið að hann hafi reiknað með að hann geti myndað annan meirihluta. En ég held að fyrir hann að hafa slútað þessu núna, ef þetta var komið að sko, það bara allt í rúst í Reykjavík. Og borgarbúar sjá það sjá það allir, að það, sko, þetta allt, það skortstefna í lóðamálum, það allt, það bara allir innviðirnir, þjónustan og annað. Þegar var að vera ryðja hérna göturnar daginn, þá var sko það átti að fara uppfara þjónustu handbókina, hérna veturinn, þegar að sko allt var ófært, þá var það lausnin. Hún var svolítið svona lýsandi fyrir í rauninni sko ráðaleysi og dugleysi þessara borgarstjórnar. Núna síðast trén í Öskjuhlíðinni. Það eitthvað jólatré sem eru búin að loka annarri flugbrautinni. Já, ég meina þetta og nú bara að fara að stofna og sko ógna almannaöryggi. Og það bara svo oft þannig að það þarf að koma sko fara að þeim punkti þegar almannaöryggi ógnað að þá fara menn að bregðast við. En af hverju ósköpunum var Einar Þorsteinsson sem myndugur borgarstjóri ekki bara búinn að fara með keðjusöguna á þessi tré? Það bara góð spurning sko. Og segja bara þá við Skúla Helgason þetta fólk sem vill loka flugbrautinni, þið verður það bara eiga það við sjálf ykkur? Ef fólk vil fara að líma sig við eitthvað tré hérna þá það bara að gera það, en þetta bara einmitt almannaöryggi og bara landsbyggðarinnar og þessi flugvellir ekki fara neitt, ekki á morgun og ekki hinn og ekki næstu árin líklegast, þannig að auðvitað það bara fellir sér tré. Bara hættum að tala hana flugvöll, þessi flugvöllu verður bara þarna og búum honum bara góða aðstöðu, byggjum upp nýja flugstöð og bara förum að hugsa völlin og bara, það nóg að byggingalandi sko. Þannig að það bara hægt að byggja einhvers staðar annars staðar. Þú notar þennan flugvöll mjög mikið? Já, ég hef notað hann mjög mikið. Já, stórnotandi? Ég stórnotandi. En hver næsti borgarstjóri? Ef að þessi hópur, þessi season all stjórn nær saman? Veitu hvað hér Mel B og Mel C og... Já. Jerry og Emma. Já, ok. Þannig ég. Ég þarf kannski að hringi Fjölnir Þorgeirsson til þess að ná þessu saman. Hann þekkir þann hópur. Já, ég held að það verði nú mjög athyglisvert að sjá. Sko, Heiða Björk í lykilstöðu? Já, það. Samfylkingin búin að vera með borgarstjóran bara í svo langan tíma. Þetta stærsti flokkurinn í borgarstjórn. Já, það stærsti flokkurinn, en það getur vel verið að þau segja, þeir eru búin að vera hérna bara síðan á millstríðsárunum, nú komið að okkur, einhverjum, þetta á nást saman, en svo getur vel verið að það náið saman bara Heiðu. Ég átta mig ekki, ég þekki ekki sko, svona dýnamíkina inn í þessum hóp. En þarna eru líka flokkar sem eru í sárum eftir þingkosningarnar. Þetta má segja Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk, þeir gjalda áflóð í kosningunum, en þarna eru flokkar sem ekki komast inn á þing, Píratar og það eru sósíalistar og svo VG sem eru í þessum gríðarlegu hremmingum. Er þetta ekki bara lífsspursmál fyrir þessa flokka að ná einhverju völdum í borginni til þess að staðfesta tilvið sína? Og maður spyr sig ef þeir voru kosnir, eins og bara VG mitt út af þingi, bara eiga þetta eitthvað erindi í borgarstjórastóli eða, þetta alveg svona, maður spyr sig. Það allavega eru, þetta eru 15-16 mánuður allavega frá kosningum, ég kann nú ekki að telja svo nákvæmlega, það er orðið mjög stutt í að gengja verið til sveitarstjórnarkosningana. Verður þú oddviti Framsóknar í... Það góð spurning. Kemur í ljós. Þú ert að full í business. Ég eiginlega kallaði á þig að því að ég sá fréttir að því að þú værir orðin eini eigandi þessara frægu verslunar Extraloppunar. Já. Hvað stendur til á þeim vettvangi? Við bara, þetta er búið að vera bara mjög gott hjónaband sko, milli okkar eigandana, en svo bara svona barnið okkar einhvern veginn vaxið úr grassi og það var bara komið tími. Að skilja? Já. En hann bara vildi vera einbeita sér á öðrum verkefnum og ég einhvern veginn hef staðið vaktina þarna og verið svona andlit þessara verslunar og meðan þau eru með barnaloppuna. Þetta Extraloppan þetta er svona það sem maður kallar upp á ensku second hand markaður. Er vöxtur í þessu? Hvernig þessi markaður? Já, það náttúrulega sprett upp svona búðir eins og Gorkúlur sko, sem er bara svona spurning hver lifir og ekki. Við erum á 7. árun okkar, við erum 6 ára í sumar og já, þetta bara, við erum svolítið svona að kenna þjóðinni bara nýjan þangagang og hugsunarhátt og byrja leitinni hjá okkur. Endurnýta? Já, endurnýta og endurvinna og nota minna. Hefur þú prófað þetta eins Garðar? Nei, ég hef ekki prófað þetta. Af hverju ekki? Já, það hefur verið lítið af kannski svona búðum fyrir austan. Já. Þetta er allt keypt fyrir austan? Þetta er allt saumað fyrir austan. Frábæri klæðskir og Eskifirði. En nei, ég hef nú ekki prófað þetta, en Komdu fagnandi. Ég kem fagnandi. Kannski fyrir næstu stefnuræði, þá dressa ég mjög á þér. Þetta er áskoran. Við erum að láta Mörtu vita að því líka, sko. Já, við látum fjalla þetta hér í bak og fyrir. En litapalettan verður samt að vera rétt, við skulum hafa það rétt.
Mér langar til að ræða annað mál sem að tengist okkur öllum sem hafa eignast börn en bara þjóðfélaginu öllu. Það eru fréttir sem við höfum flutt í vikunni hérðan frá Morgunblaðinu og mbl.is. Það þetta ástand í mörgum skólum borgarinnar. Það núna, eins og ég nefndi í inngangi, velsældarvika hjá Reykjavíkurborg, en það virðist vera víða sem að það bara einhvern veginn allt í hers höndum. Agaleysi og kennarar, foreldrar og stofnanir í raun, skólarnir, standa ráðþrota frammi fyrir þessum vanda. Hvað er hægt að gera í þessu? Eru svona vandamál viðloðandi skólan í Garðabæ? Auðvitað örugglega eitthvað allstaðar. Það er náttúrulega bara mismunandi vandamál eftir bæjarfélögum hins og gefur skilja. Og þetta einstaka mál sem úr líklegast að vitna í Breiðholtinu er náttúrulega bara hörmung og bara erfitt fyrir alla og maður kannski kann ekki við að vera að ræða eitthvað svona dítil á því hérna í svona á föstudegi fyrir framan alþjóð. En ég held bara einhvern veginn að umhverfi í skólum sé líjandi og þreytt og ég held að sé bara margar ástæður fyrir því. Ég held að þetta sé foreldravandamál, ég held að þetta sé agavandamál, ég held að þetta sé auðvitað laun kennara líka á kaup og kjör. En bara umhverfi í skólum þarf einhvern veginn að batna og við erum náttúrulega að missa fagmennta fólk úr stéttinu bara í meira og meira mæli. Þannig að við þurfum einhvern veginn að, ná að snúa þessu við. En hver hefur svörin? Hver getur? Maður náttúrulega vonar að til dæmis bara innleiðing farsældarlaganna geri sitt og bara það að hvert barn sem er í einhverjum vanda fái málastjóra og það sé hægt að taka utan það svona heildstætt frá öllum sjónarhornum. En ég held að það sé engin einn með lausnina en þetta þurfa þessi kerfi alltaf að tala saman og hlúa að börnunum því það er miðjan og það er kjarnin okkar og við eigum að vinna út frá barninu. Já, ég skallar, hvað? Ég bara benda á, mér fannst besta jómfrúrræðan sem mér fannst núna á þinginu var Jón Pétur Símsen sem einmitt kom inn á þetta. Margreyndur skólastjóri. Margreyndur skólastjóri og það var alveg, það bara svona sló þögn á salinn, það var bara eins og skólastjórinn var að tala. Hann hefur bara þessa svona nærveru. Var þetta svona þegar Oddný Harðardóttir talaði? Hún var gaman skólastjóri? Nei, Jón hefur einhvern veginn náð að svona ná betri tökum á þessu, en hann er einmitt að tala hvernig við höfum brugðist þegar að, ég man nú ekki nákvæmlega tölur, hvet bara fólk til þess að horfa á þessa ræðu, en þegar 40% stúlkna, eða jafnvel meira, í 10. bekk er að finna fyrir depurð, er að finna fyrir kvíða og þetta með drengin okkar líka og bara, það er ekki einlausn, þetta er marglaga mál, en ég held að við leysum það ekki inn í núverandi kerfi. Ég held að bara svo oft erum við að reyna að leysa mál inn í kerfi sem er ekki að virka. Og þá verðum við að hugsa hvernig getum við, hvernig tökum við þetta áfram. Og ég held að þurfi bara margir að koma að þessu máli og viðskiptaráð hefur komið með mjög góðar tillögur, hafa náttúrulega fallið í grýttan jarðveg hjá kennurum, en við verðum... Þú segir náttúrulega, akkur má viðskiptaráð ekki... Nei, kannski er það bara eðli kerfisins, eðli þeirra sem er inn í ákveðnu kerfi að bara verja það. En við sjáum að það er ekki nóg bara að setja peninga inn, þetta er líka eins og þú nefnir, þetta er líka ákveðið foreldravandamál. Ég bara þekki marga grunnskólakennara þar sem að bara foreldrar eru oft ósanngjarnir geta og agatækin sem voru fyrir í grunnskólum eru bara ekki fyrir hendi í dag. Og við hlægjum að þessi skaupinu, þú veist þá að vera að gera grína þessu en svo er þetta bara raunverulega staðan og ég held bara raunverulega að alveg stór hluti af lausninni byrja heima Við eigum alveg fullt af flottu fólki sem að er að hugsa menntamál og ég held að við þurfum einhvern veginn að draga þetta fólk saman að því að hvernig getum við búið til einhvern veginn nýtt kerfi sem við ætlum að starfa inn í, af því að þetta er ekki að virka. Þú veist, börnunum okkar líður ekki vel, þau eru ekki að ná árangri, við horfum á PISA og þetta er ekki áfellsdómur yfir kennara. Þú nefnir Jón Pétur Símsen, Ásthildur Lóa, hún er nýr menntamálaráðherra og hún er kennari í grunninn. Heldur að þið eigið eftir að ná góðu samstarfi Já, spurning hvort hún sendi lausnamiða skrifstofustjóran í þetta verkefni eins og önnur. En kjarasamningunum. Sem reyndar var ekki þarna en svo allt í einu var hann þarna og það var nú eitt svona skúfspilið en málið er að ég held bara að við verðum einhvern veginn að
koma saman og þetta verður ekki leyst bara hjá einhverjum ákveðnum hópi. Ég greindi frá því og það hefur nú mátt lesa á milli línana í þessu máli í Breiðholtinu að þarna á í hlut íslensku drengur og síðan hópur drengja af erlendu bergi brotni sem að koma frá Arabaríkjunum þar sem að er gríðalegu menningamunur á milli okkar og þess heim sem að þeir koma úr. Það er talað inngildingu allstaðar og það sé verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Erum við ekki bara að sjá teiknast upp sömu stöðu hér eins og hefur gerst á hinum Norðurlöndunum, ekki síst í Svíþjóð og í Danmörku? Er þetta ekki, blasir þetta ekki við? Ég held að við verðum að horfa til þess að vera með eins og var verið að nefna núna í aðdraganda kosninga og Sjálfstæðisflokkurinn talaði fyrir að við erum með í rauninni þessa skóla sem að þessi börn eru að koma inn í þar sem þau fá ákveðin undirbúning áður en þau fara inn í hefðbundi skólakerfi. Þetta snýst ekki um það að aðgreina, þetta snýst um það að við verðum einhvern veginn að grípa utanum þau vandamál og þessa stöðu sem upp er komin og þetta er náttúrulega sérstaklega hérna suðvesturhorninu. Og koma fólki á sama stað sko. En inngildingin felur í sér að samfélöginni að mætast einhvern veginn á miðri leið. Eigum við að gefa afslátt af þeim gildum og þeim grunni sem við höfum lagt hér? Nei, alls ekki og ég held að þetta snúist ekkert endilega að gefa afslátt. Ég held að þetta snúist meir það að við þurfum í fyrsta lagi að veita kennurum betri tól. Þau þurfa bara að geta gripið þessi börn og kunna að gera það á réttan hátt. Og í rauninni get ég bara yfirfært þetta yfir á ættleitt til dæmis og bara þegar það kemur ættleittur einstaklingur þá er manneskja sem fer frá til dæmis íslenskra ættleiðingu inn í skólan og leiðbeinir kennarum þegar við erum, þú veist, þau eru að koma tiltölulega gömul í dag og eru oft bara trámuð eða tengslaröskuð eða alls konar. Koma úr erfiðum aðstæðum. Já, mjög erfiðum aðstæðum og það er bara svipað á þessir einstaklingar líklegast og þá þarf bara að veita þeim sem er að fara að sjá barni í 8 tíma á dag einhver tól og bara kenna þeim hvernig á að bregðast þessu, eða veita auka mannesku eða stuðning inn í skólana. En í ættleiðingarferlinu felst að börnin komast í fang þá fólks sem er hér. Maður lést á milli línana í samtali Morgunblaðsins við stjórnendur skólans í Breiðholti að vandinn er ekki bara hegðunar minnstur drengjana, heldur líka sá menningarmunur sem að menn mæta í samtölum við foreldrana. Þannig að það er að verða til hópar sem að horfa bara á þessa veröld mjög ólíkum augum. Til dæmis bara viðhorfið til þess hvort að konur eigi yfir höfuð vera að kenna drengjum og annað í þeim. Já, einmitt. En svo bara einhvern veginn vill maður stíga varlega niður þarna til jarðar og einhvern veginn að ræða þetta því að svo horfum maður á eins og er að gerast í Bretlandi. Þú veist, það er einhvern veginn bara allir settir undir sama hatt og allt í einu bara allir dökkir orðnir. En við megum samt ekki sko koma okkur hjá því að ræða þetta. Og við verðum einhvern veginn að ávarpa. Þetta er sko, það eru svona atvik að koma upp. Þetta er að gerast. Þessir árekstrar eiga sér stað. Og ítreka leið að það má ekki dæma alla nei, og það verður að en við verðum samt að ræða þetta. Og við erum bara með dæmin fyrir framan okkur hjá nágrönnum okkar í Norðurlöndum. Og hvernig ætlum við þá sjá hvernig þróunin hefur verið þar, hvernig ætlum við að bregðast við og hvernig ætlum við einhvern veginn að ná tökum á þeim áskorunum sem við erum að horfa á. Og það gerum við með því að gera ekki neitt sko. Við gera ekki neitt. Rétt. Við erum að reyna að leggja allavega eitthvað mörku hér og í umfjöllun okkar í blaðinu þessi mál. Jens Garðar, þú nefndir jómfrúrræðu Jóns Péturs Símsens, kollegaðins í Sjálfstæðisflokknum. Þú hlutir líka jómfrúrræðu? Heldur betur. Það kom mér persónulega ekki óvart hvað hún fjallaði. Ég er búinn að þekkja þig svo lengi. Hún hlaut að fjalla jarðgöng. Já, hún hlaut að fjalla jarðgöng. En sko, já, ég ákvað að sem sagt, fjalla aðeins það er náttúrulega búið að vera ákveðin kyrrstaða í jarðgangamálum á Íslandi. Hálfan áratug hefur ekki verið... Já, við opnuðum Dýrafjarðargöngin núna fyrir 5 árum síðan. Já, það er hálfur áratugur. Já, hálfur áratugur, já, rétt. En sko, fyrir 5 árum síðan opnuðum við síðustu göng. Auðvitað áttaði mig alveg á því. Maður verður náttúrulega alveg að vera sanngjarn. Inn í þetta kemur COVID, Grindavík og annað. Fjármunir hafa verið að streyma í önnur verkefni. En samt sem áður hefur þetta verið þannig að við erum einhvern veginn ekki að sjá fram á við sem að fara að hefja gangagerð og þá horfum maður til Færeyinga sem eru núna búin að tengja saman 92% af íbúunum með stórum neðansjávargöngum, jafnvel með hringtorgum neðansjávar og annað. En maður sko að gerfinhattamyndir af Færeyjum þá er þetta eins og að horfa á þverflöt. Já, en það er sko, hvernig hafa Færeyinga gert þetta og hvernig eru við að gera þetta? Færeyingar eru það sem ég var að leggja til og við myndum skoða og ég ætla að koma með þingsályktun til að við myndum skoða að fara sömu leið og Færeyingar.
Færeyingar eru með Tunnil partafélag, það er opinbert félag sem heldur utanum gangagerðina í Færeyjum. Þeir fjármagna sig hjá erlendu lífeyrissjóðum, bara lífeyrissjóðum kennari í Bandaríkjunum eða eitthvað, til 60-80 ára. Mér skilst á alltaf bara 2% vöxtum og byggja þessi göng. Og það er náttúrulega rukkað í göngin. Þú kaupir eitt passa og það gildir í öll göng. Ég held að við verðum og ættum að skoða það að stofna Jarðgangafélag Íslands að færeyskri fyrirmynd og sækja þessa fjármögnun og ég held að við ættum að skoða það að taka núverandi göng, setja þau aftur, setja þau inn í félagið, byrja að rukka gjöld, koma tekjustreyminn á stað og sko þetta er ekki bara á Austfjörðum og Vestfjörðum, þetta er á Norðurlandi og þetta er hér á Suðurlandi líka, það þarf að tvöfalda Hvalfjarðargöngin. Og þetta er ekki einhver gæluverkefni landsbyggðarmanna að gera jarðgöng. Þetta snýst að auka útflutningsverðmæti, þetta snýst að styrkja samfélögin, stytta leiðir og þetta er þjóðhagslegur og efnahagslegur sparnaður en þetta hefur fyrir utan í rauninni hvað þetta gerir fyrir samfélögin. Sjáum bara Siglufjörð til dæmis. Hvað Héðinsfjarðargöngin bara breyttu Siglufjörði sem samfélagi. Og þar vantar núna göng yfir fljótin? Já, ég meina það er eitt af, ég meina vegurinn og annað og það vantar göng og við verðum bara að fara að hugsa hvernig ætlum við að gera þetta af því að við erum eins og næg önnur verkefni, brýr sem eru sko löngu komnar á tíma, stoppbrautir og annað sem við verðum að fara að horfa á. Þannig að ég vil minnskosti að við skoðum þetta alvarlega, hvort að við ættum að fara þessa vegferð. Láta bandaríska kennara fjármagna þetta fyrir okkur. Það líst mér vel á. Brynja, inn í þessa umræðu fléttast auðvitað umræðunum blessaða borgarlínuna og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem á að kosta 311 milljarða og mun enda í 600 milljardum, þið eru það fyrst hér. Hvernig horfa þau mál við? Er þetta að fara í gang og mun þetta heppnast? Verður maður ekki bara að vona það? Ég hef allavega enga ástæðu til að halda að það heppnist ekki og bara þetta er eitthvað sem er bara mjög þarft og brýnt og ég held bara, já, það sé bara sameiginlegt hjá öllum flokkum að vilja að þetta gangi vel. Þetta er að bæjarbúar í Garðabæ séu dús við að greiða brúsann eða borga brúsann fyrir þetta? Við bara tökum þátt eins og allir aðrir. Já. Það ekki? Já, ég veit það ekki. Það er búið að skikka okkur til þess og það er bara... Maður getur ekki annað, þetta er svo útvarskjaldi bara. Já, þú veist, svona líka við. Hvað, ef við spáum aðeins inn í helgina, nú það mikið að gerast í pólitíkinni, það er aðeins rólegra yfir stjórnarheimilinu heldur en fyrstu vikur stjórnarinnar, það er þessi mál í borginni. Hvað mun dúka upp hér í næstu viku sem að ég mun taka fyrir að vikuleiðinni, ef ég fæ eitthvað til að líti í spátumskúlunum? Já, það er náttúrulega núna fyrir að líða kjördæmaviku og svo er landsfundur Sjálfstæðisflokksins, þannig að ég geti nú trúa því að hann yrði fyrirferða mikill hjá þér núna í næstu vikur. Í varamannin? Varaformannin? Já, ég heyrðu, þitt nafn hefur nú verið nefnt hér á síðan blaðsins sem möguleiki. Jú. Það er allar komið tveir í formannin. Ég byrja á að spyrja, ætlar í formannin? Nei. Þú ætlar ekki í það? Nei, ég ætla ekki í formannin. En það er verið að þrýsta á þig í varaformann? Já, og ég núna er kjördæmisþing Sjálfstæðisflokksins í Norðaustur kjördæmi á morgun. Þar ætla ég að fara og hitta mitt fólk og mitt bakland. Er það á Akureyri? Það er á Húsavík. Húsavík, já. Og þannig ég flýg norður á eftir. Og ég ætla þar ætla ég að ræða mitt fólk og mér finnst að þetta sé ekki bara ákvörðun sem að ég tek einn, ég vil gera það með mínu baklandi í Norðaustur og og þannig að ég er bara að skoða þetta. Svo ég íhuga málið. Svo ég stytti þessa langloku þína. Þú ert opinn fyrir þessu. Já. Tilkynnst ekki hér með þess Nei, það er komið tísku að tilkynna í svona þáttum hvað menn ætla ekki að gera. Já, það er ekki þannig, en málið er að það er náttúrulega, núna er ég held að varandi varaformanninn, það liggur ekkit á held ég fyrir fólk að vera að gefa þetta út strax. Nei. En það styttist í fundin og stefnir í gríðarlega stóran fund til heyrismanni. Það stefnir í mjög stóran fund í Laugardalshöll. Já, það eru bara mér skilst að þessu biðlistar út allt í félögunum. Það er að vera eins og heilbrigðiskerfið. Já, en það er bara jákvætt. Þetta verður að hátt í 2000 manna fundur. Já. En ertu ekkert að heyri Einar Þorsteinssyni? Ertu ekki með neitt skúp fyrir okkur borgarmálunum? Ég heyrði nú í konunans áðan, svo sem. Nei, allir verður samt ekki ennþá að ræða þessi mál eftir viku. Það verður ekki komin meirihluti? Já, fólk er að taka sér
heldur langan tíma í alls konar hluti þessa dagana. Ríkisstjórn og, já. Í stað þess að láta vaða. Já, þú veist, ekki bara gott að hugsa sér vel allavega. Það er það sem við gerum hér við þetta borð, það er að láta vaða. Takk ykkur kærlega fyrir komuna, Jens Garðar og Brynja Dan. Hér eftir örskamma stund, Eldur Ólafsson, gullgrafari frá Grænlandi. Hann birti grein í Morgunblaðinu morgun sem ég ætla að ræða við hann Það varðar Trump, Grænland, Danmörku, fágætismálma, gull, nikkel og silfur og sitthvað fleira. Herragarðurinn klæðir þig vel. Hvern langar þig að hitta í dag? Henning Eymundsson. Við hjá Steypustöðinni erum stolt af því að hafa hlotið hvatningaverðlaun Creditinfo fyrir framúrskarandi árangur í sjálfbærni 2024. Þannig byggjum við sterkari framtíð fyrir komandi kynslóðir. Þá erum við farin frá okkur, Brynja Dan og Jens Garðar, búin að fara yfir fréttir vikunar og pólitíkina og allt sem gengur á. Nú ætlum við að beina sjónum okkar að stærri strokum í heimskerfinu. Hingað er komin Eldur Ólafsson, hann er forstjóri fyrirtæki sem heitir Amarok Minerals og það sinnir námugrefti á Grænlandi. Það er sérstaklega áhört að ræða við Eld einmitt vegna þess að Grænland hefur komist í sviðsljós heimspressunar eftir að Donald Trump fór að gera hosur sína grænar fyrir því stóra og mikla landi, en líka vegna þess að Eldur Ólafsson birti mjög athyglisverða grein í Morgunblaðinu í morgun, þar sem hann varpar upp spurningum eða vangaveltum það hvernig Ísland eigi að nálgast samskipti sín við þessa stærstu eyju í heimi. Blessaður Eldur. Blessaður Stefán. Þú ert gullgrafari. Já, það má kalla með það. Og við höfum nú heyrt talsvert af þér en undir lok síðasta árs þá bárust fréttir af því að þið væruð farnir að moka gulli út úr fjalli einu á Suður-Grænlandi. Já. En það á sér langan aðdragandi. Já, það má segja það sko að, fyrsta verkefni okkar er gullframleiðsla, en það má segja það að Amarok er í raun og veru auðlindafélag. Fyrst þegar við byrjuðum í Grænlandi, og það er gaman að segja bakgrunn af því að þá fyrir það hef ég unnið í Kína. Þar byggði ég hitaveitur, tók þar við hitaveitur sem Geysir Green hefur verið að byggja og við byggum til félag sem hét Orka Energy. Svo komst nú eitthvað fréttirnar hérna á sínum tíma og seinna nú ber það félagnafnið Arctic Green Energy. En meðan ég var í Kína þá áttaði ég mig á því að í þessu stóra verkefni þar sem voru stóra hitaveitur, þá áttaði ég mig á því hversu mikill áhugi Kínverja var á bæði Íslandi og ég verð að viðurkenna að ég áttaði mér aldrei almennilega af hverju það var. Nú, risastórt sendiráð hér með tugum starfsmanna. Nákvæmlega, það var númer 1 og gríðarlega stórt sendiráð og ég held að á þeim tíma var þetta stærsta sendiráð Kínverja í Norður-Evrópu. Nú, þeir sendu til Íslands allskyns erindreka, Wen Jiabao var nú þeirra stærsti og hann var til vitnis undirritun á samningi sem við gerðum þá í Orka Energy við Sinopec sem var ríkisolíufyrirtæki í Kína. Nú, ef við horfum síðan áfram, þeir voru líka að koma hérna til landsins í kringum olíuleitina sem ég tók nú þátt í líka. Þeir voru líka byggðu gríðarlega stóra ísbrjóta og sá ísbrjóti var hérna árið 2012. Þetta er á þeim tíma þegar það er ekki mikill áhugi almennt á auðlindum eða hráurum. Þær voru í sögulegu lágmarki. Ef við horfum tilbaka þá munum við það að álverinn á Íslandi áttu í erfiðleikum með að framleiða áttu erfiðleikum með að selja sitt ál eða það var allan mjög lágu verði og þetta var svona reilt yfir með allan geran. Glencore nánast komið á þrot, Barrick Gold sem er stórt gullfélag var að sama skapi. Nú, við seljum okkar hlut árið 2012 við aðeins sem hefur tekið þátt í þeim að stofna félagið í Kína og við segjum þá, af hverju eru þau svona áhugasamir í Ísland? Af hverju eru þau búin að gera fríverslunarsamningu fyrst Evrópuríkja við Ísland? Og það var deginum ljósa fyrir okkur að það var út af Grænlandi, það var út af legu Íslands, út af skipaleiðum, út af því að þessi stóra málmkista og hráorukista í Grænlandi skipti þá máli og þeirra efnahagsmódel. Og þeirra efnahagsmódel er að búa til raftæki og það er að búa til hagkvæmustu raftæki sem þú finnur og til þess að gera það þá þarf þetta að stýra því hvar málmar eru framleiddir, hvernig eru unnir og hvernig eru búnir til. Þess vegna sjáum við bíla, sólasellur,
vindmyllur, þetta allt búið í Kína og við í Evrópu og Bandaríkin getum ekki keppt við það. Erum við langt á eftir þeim? Já, 20 ára eftir þeim. Og í sumum málmum það meira svona þannig, til dæmis í þessum við kallum rare earth element, ég þekki nú ekki íslenska nafnið á því. Þá gætis málmar, myndu við kannski segja? Maður kannski segja, þetta eru margir málmar sem fara í síman okkar og eru notað þær, þetta eru 30 málmar og þessir málmar eru raun og veru í dag bara framleiddir, enda varan eða próduktin af þessum málmum bara framleidd í Kína. Ef við horfum síðan til þess sem að gerast í dag, mörgum ára seinna og við horfum á þessa vangavöldu Trump, þá hún ekki nýja nálinu. Því að mér langar að segja á bilinu 2015 til 2020 á þessum árum, þá gera Kínverjar sig líklega að fara í stórar innviðaframkvæmdir í Grænlandi. Nú, þeim hratt ýtt í burtu og sagt nei, þið fáið ekki að gera það. Þeir gera sig líka líklega til að byggja stórar námur. Það líka stoppað. Hvernig það gert? Er það Danir sem gera það? Það raun og veru, já, það eru Danir sem fjármagna þá Grænland, en það eru þó líka Bandaríkin sem fjármagna Grænland í gegnum varnarsamvinnu og það eru dönsk fyrirtæki sem þjónusta Bandaríkin sem fá þá hægina því, alveg svo við þekkjum hérna á Íslandi í gegnum varnarsvæði sem var á Íslandi. En þessar fyrirætlunum Kínverja, hvernig var það stöðvað? Var það gert með regluverkið, inngripur stjórnvalda? Það var inngripur stjórnvalda, já, og þá var það hvernig það átt að fjármagna flugvalla, til dæmis flugvallabyggingar og hafnabyggingar. Þetta hefur verið leið Kínverja að byggja upp innviði og ná sér þannig veita lán til þess og komast þannig í stöðu til þess að láta ríki skipta sér máli. Nú, ef við horfum svo okkur næri tíma og við horfum á utanríkisstefnu Bandaríkjanna sem hefur alltaf verið skýr í þessu og í þessari grein minni þá reyni ég að finna mynd sem sýnir raun og veru Norðurpólinn. Þegar við horfum á Norðurpólinn þá horfum við alltaf efst á kort. Það getur verið svolítið gott að horfa niður á Norðurpólinn og fletja út kortið. Og þá, þessi mynd sýnir, hún sýnir það eru tvö ríki sem horfa beint á hvort annað, það vissulega ís á milli, en það eru Bandaríkin og Rússland. Og Rússlandsmegin eru ótal herstöðar, það eru 20 ísbrjótar og það er siglingaleið. Kólaskaginn með kjarnorkuvopnin og allt það? Nákvæmlega, og þar eru líka þeirra nýjasti floti og þess að floti, þetta er raun og veru eini flotin sem þeir komast að sjó og hinum megin það í Úkraínu sem þeir voru að reyna að komast að sjó, þannig að það hefur verið vandamál Rússland að þeir eru raun og veru landlokt. Nú það hefur líka verið vandamál Kínverja að koma vörum sínum í gegnum svæði þar sem Bandaríkin eru með herstöðvar út allt. Þannig að þessi siglingaleið og það hafa möguleikann til að brjóta í skiptir Kínverja og Rússa gríðarlega miklu máli sem á hernaði geta. Hinum megin hafa Bandaríkjamenn reynt að segja við Dani og Evrópubúa og Kanadamenn að við þurfum að hafa sömu getu, það er að segja norðvestur ísleiðina sem raun og veru bara hinum megin á móti. Og þar eru til 1 eða 2 ísbrjótar. Eldgamlir og þeir hafa raun og veru engu getu til þess að geta gert það sem þeir þarf að gera á þeim endanum. Það upp með Kanada og svo Grænlandi? Já, framhjá Grænlandi þeim megin. Þannig að þú ferð öðru hvoru megin framhjá Grænlandi hvort sem það er. Ísland auðvitað hann í líkil staðsetningu til þess að verja okkur gagnvart einhvers konar mögulegri árás sem ég svo sem ekki að segja sé, en það er líka bara varðandi flutninga og aðra hagsmuni sem skiptir ekki miklu máli. Þannig að það að horfa á Bandaríkin og segja að þetta sé nú bara eitthvað rugl, Jónu Trump, það eru þetta algjörlega líkil hagsmuni fyrir Bandaríkina hvernig Grænland varið, hvernig þessar siglingaleiðir eru og svo út frá því að Kínverjar eru raun og veru algjörlega búin að ná tangarhaldi á málmarkaðinum og framleiðslu vara, gerir það undirbyggir þeirra iðnveldi að þeir stýri því að búa til ódýrustu raftæki sem við finnum. Og þeirra innveldi að þeir geta ekki byggt sitt iðnveldi á að búa til olíu eða gas eða kol, þeir eiga það ekki. Þar af leiðandi vilja þeir nú búa til endurnýjanlega orkugjafa til þess að verða orku sjálfstæðir. Það er lykillinn fyrir hvert ríki sem vill verða sjálfstætt að hafa orku sjálfstæði. Í dag þurfa þeir að flytja þessu olíu frá Miðausturlöndum, Íran, Rússlandi og svo framvegis. Þannig að þetta ekkert að fara frá okkur þó svo að Trump jafnvel hafi hugmyndir að það skipta ekki máli að færa eins mikið endurnýjanlega orku af því að þetta er svo innvikla inn í þeirra efnahagsmódel. Kínverjar munu keyra þetta áfram. Já. Þannig að staðan með Grænland og þetta, það sem einhverju kalla frumhlaup Trumps, það er bæði landfræðilegt
en líka þá og þar með varnarlega tengt og hins vegar efnahagstengt út af málmónum sem að Grænland hefur að geyma. Það er akkurat málið. Og Bandaríkjamenn ekki bara að horfa á Grænland, en það sem skiptir máli fyrir Bandaríkjamenn að þar sem þeir ætla að ná sér í málma, eða við skulum ekki segja Bandaríkjamenn, við skulum segja bara hinn frjálsa heim. Því að þetta sama vandamál fyrir Evrópu, þetta sama vandamál fyrir Danmörku. Danir framleiða vestasvindmyllur sem þeir þurfa málma í og þeir eiga erfitt með að keppa við kínverska vindmyllur og svo framvegis. Þannig að það skiptir máli að fjármögnun og bygging á þessum málmum og vinnsla á þessum málmum sem við þekkjum nú mjög vel á Íslandi, þegar þú þarft ódýra orku sem við höfum inn á Íslandi fyrir álverin okkar og svo framvegis, að þetta sé í höndum Vesturlanda til þess að geta útvegað þessa málma í þann geira. Ef við tökum sem dæmi þá geta Bandaríkjamenn ekki nema með tilstilli Kínverja byggt orrustuvél, flugvél. Þannig að þú sérði hvað stöðu Bandaríkjamenn eru komnir og svo sem lestina Vesturlöndum að þau eru algjörlega háðir Kínverjum. Kínverjur vissulega háðir líka Vesturlöndum sitt efnahagsmál að selja vörurnar, en það þó þannig að þú vilt aldrei að hafa í viðskiptum einn aðila sem getur gjörsamlega tekið raun og veru heilan markað og knúið því inn í einhver átt sem þú vilt ekki vera í. Loka framleiðslunni. Grænland, til að það sé sett í samhengi, maður heyrir slegið úr og í með það, hversu mikið af málmum þarna og tækifærum til þess að vinna gull úr jörðu, silfur, nikkel og svo þessa fágætis málma, germaníum og hvað þetta allt heitir. Ég manna þetta nú ekki allt úr Verslunarskóla efnafræðinni. Nei. Þú getur kannski talið þetta allt upp. Nei, ég myndi munna, ég var svo lélur efnafræði, ég get ekki gert það. En það sem lykillinn í því að 2009 verða til ný námulöggjöf í Grænlandi. Og á 3 ára tímabili, þarna er ennþá Kína að rísa og þarna er ennþá mikið fjör á hráurumörkuðum. Þá verða til með því að bora mörgara stærstu það sem við köllum deposit. Það áður en eitthvað verður náma, það sem er búin að sannreyna magna málmi í jörðu. Forðabúr. Forðabúr, já, það er rétt orðið. Og það var í sinki, það var í rare earth sem við nefndum, það var í úraníum, það var í járni og svo framvegis. Þetta er allt þarna? Þetta er allt þarna. Nú, svo er spurningin það að þá eftir að bora og finna margt fleira. Ef að landmassin í Grænlandi væri í Kanada, þá væri algjörlega búið að bora landið fram og tilbaka. Ef að sami landmassi væri í Noregu, þá væri búið að gera slíkt í sama. En það út af því að Grænland er afskekktara og með færra fólki, þá hefur verið dýrara að gera þessu hluti. Og þetta var eitt af fókusunni á Amarok þegar við byrjuðum, við sögðum, við getum ekki bara verið gullfélag, eins og við erum kynnt. Jú, við ætlum að byggja gullnámu sem framleiðir gull til þess að nýta það tekjuflæði til að finna kopar, rare earth og annað slíkt. Þá þurfum við að vera góðir í að bora og leita og byggja upp rannsóknarteymi, tugir jarðfræðingar sem vinna fyrir okkur og skilja það. Svo þurfum við að eiga tækin okkar sjálf, af því að það er svo dýrt að koma alltaf með tækin inn og út fyrir hvert sumar. Þannig að við eigum orðið 7 bora, við eigum orðið skipakost, við eigum orðið allt til þess að geta gert þetta. Svo erum við að byggja með honum Ásgeiri Margeirssyni fyrstu litlu vatnsaflsvirkjunum okkar sem gerur okkur að fyrsta einkafyrirtæki sem byggir vatnsaflsvirkjun innan námusvæðisins, af því að við þurfum orku í námunum okkar. Hvað er það mörg megavatt? Bara 1 megavatt eru nú til að byrja með, en þó þannig að við dugar til og við getum gert það undir leyfinu sem við erum að vinna. Og þá horfum við á okkar félag og segir, þetta er þó orðið leiðin til þess að gefa þér, afsakisleitnuna, exposure á Grænland. Af því að við höfum 200 mann sem vinna hjá okkur, við erum með leyfisdeild, við erum skipakost og allt til þess að gera hlutina. Þið eru orðin stórt fyrirtæki á grænlenska vísu? Algjörlega, en þó smátt á alþjóðlega vísu. Nú, áhættan í Grænlandi, eins og þú nefnir, eru málvarnir ekki, eru þetta hvernig gerur hlutina og hvernig gerur það í sátt og samlyndi við fólkið og samfélagið. Og það sem ég vil nú kannski taka fram að það er okkar mat hjá Amarok þegar við erum stundum spurðar í erlendu fréttum, ég held að það eru einhverju tugir átletta sem við erum búin að vera í sambandi við, þá voru oft spurðið hverjir eiga Grænland og okkar mat er það að grænlendingar eiga ráða sig sjálfur og taka þar ákvörðun sem þeir vilja gagnvart sínu eigin ríki. En það sem ég hef viljað benda á í þessu tilviki er að margir segja að grænlendingar geta aldrei verið sjálfstæðir, þeir verða að hafa þannig. Og þetta finnst mér alls ekki vera rétt mat. Ef við horfum til Íslands, þá var það þannig að Churchill kemur inn til Íslands áður en þjóðurinn koma 1940 og kemur hérna inn með gríðarlega mikla fjárfestingu í að byggja flugvelli og svo framvegis. Og hægt á býtandi förum við Íslendingar frá því að vera einn fátækasta ríki í Evrópu, ríki sem fólk horfði á, fólk sem drykkjurútar og gerði ekkert annað en að vera
ekki kannski á sama standart og Þjóðverjar eða Bretar eða aðrir slíkt horfa til. Málbúar hortið þess og lítið niður á okkur og Danir lítið niður á okkur. Nú, í framhaldið kemur Roosevelt, við fáum Marshall-aðstoðina, við byggjum ljósafórstöð og eftir það þá eru sett upp herstöð hérna á Íslandi. Herstöðin á Íslandi útveði gjaldeyri til Íslands, var einn af stærstu gjaldeyrisaflandi greinum á Íslandi, allt þar til ársins 2006. Já. Og þá má horfa til þess að eftir að við fórum í alla þessa innviðauppbyggingu, allt því að Bretar, Bandaríkjamenn komu með fjárfestingin og við urðum sjálfstæð og við tókum 50 ár í að verða efnahagslega sjálfstæð. Ef við horfum þá til Grænlands og við segjum þetta land sem núna þeirri stöðu að geta orðið sjálfstætt. Út af efnahagsbreytingum, út af verðmætasköpun innan ríkisins. Nákvæmlega. Þeir geta hortið þess að byggja upp iðnaðarkenningu málmislu sem byggir upp innviði. Þeir geta hortið þess að bjóða upp á að vera með land til varna innviða fyrir Bandaríkjamenn og ef við skulum segja NATO og þeir geta hortið þess að styðja við siglingarleiðir í kringum Grænland og aðalega vestamegin. Nú þessi þættir munu gera það verkum að Bandaríkjamenn, Danir og Vesturlönd munu gera þetta því ekki vilja að fá Kínverjar og Rússa til að gera þetta. Þannig að þeir eru alveg gríðarlega öflugri stöðu. Og þá segi ég hérna fyrir Íslands hönd, að því að þó svo ég vinni í Grænlandi, þá finnst mér skipta rosalega miklu máli. Ég hef skipt mér ekki af málefni á Íslandi, flokkpólitík eða neitt slíkt, nema þegar mér finnst að skipta máli fyrir land og þjóð. Síðast þegar ég skipti mér af málefni á Íslandi, þá kom ég á orkuumræðu og þá má með einhverju leyti segja að ég hef ýtt inn á stað með greinaskrifum og slíkt sem betur fyrir hefur komist herra á fókus eða radar stjórnmálafólks. Núna vil ég segja það, við getum ekki verið hrædd og beðið eftir því hvað Bandaríkjamenn gera og hvað þeir gera ekki. Við getum ekki beðið eftir því og beðið eftir hvað Norðurlöndin gera og hvað við gera ekki. Við höfum allt aðra hagsmuni. Það sem við getum gert það að við erum næst Grænlandi. Við höfum auðvelda leiðir til þess að flytja fólkin í Grænland eins og við erum að gera hjá Amarok í dag í gegnum Ísland. Landfræðilega okkar skiptir máli. Og með því að fókusera og gera fríverslunarsamningu við Grænlendinga, þar að leiðandi getum við hjálpað Grænlendingum á þess að við biðjum neitt tilbaka með því til dæmis að leggja til fjárfestingar í innviði hjá þeim. Við getum lagt í fjárfestingar í sjúkraflugum, í að manna stöður ef því skiptir máli. Við getum lagt til kennara, hjúkrunarfólk, körfuboltaþjálfara og fótboltaþjálfara, allt sem við höfum gert hér á Íslandi síðustu 30-40 ár og byggt vinasamband. Og ég lofa ykkur því að við munum fá mun meira út í því heldur en nokkuð tíma þeim og við erum að fá það. Íslensk fyrirtæki eru að veiða út fyrir ströndum Grænland í gegnum kvóta sem þið fá gegnum Evrópusambandi. Icelandair að fljúga inn út úr Grænlandi eitt af fáum fyrirtækjum. Eimskip að gera slíkt hið sama. Það ekki mikið að grænlenskum einkafyrirtækjum að gera eitthvað á Íslandi. Þannig að við erum þegar í plús. Ístak að byggja skóla og svo framvegis og framvegis og framvegis. Þannig að þetta gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur. Og skalinn svo mikill að það þarf að gera hafnir, vegi og svo framvegis. Verkis þarf að vinna, það þarf að vera með farsíma að senda og svo framvegis. Þetta raun og veru allur matseðilina verkefni sem hægt að gera. En hvernig gerum við þetta? Þú nefnir fríverslunarsamning og þessi miklu innviða uppbyggingu sem þörf á. Eigum við ekki bara nóg með okkur? Við syns langt fyrir klessu í innviðamálum hér á landi. Já, við skulum horfa til þess að mikið þessum innviða uppbyggingum munum vera drifið áfram einkafjármagni. Námur, námugeirinn og vinnslugeirinn og byggja virkjun, þetta munum vera drifið áfram einkafjármagni. Og þá skiptir máli að hafa samninga milli Grænlands og Íslands sem ýta undir það að þessi fjárfesting fari á mögulega gegnum Ísland. Og ég ætla aðeins að útskýra það. Það sem má hrósa utanríkisráðuneytinu á Íslandi og embættismönnum á Íslandi fyrir að búa til ofboðslega góð tengsl á milli Grænlands og Íslands. Guðlaugur Þór gerði Grænlandsskýrslu sem var gríðarlega öflug, greindi málið ásamt Össuri Skarphéðinssyni. Þannig að ég sé þetta raun og veru algjörlega óflokk pólitískt að það vilji hjá öllu Alþingi og öðrum slíkt að búa til góð samskipti við Grænland. Nú, það sem við getum gert að við getum lagt til fjárfestingu í til dæmis einföld atriði eins og sjúkraflug.
eða tekið þátt í fjárfestingu og innviðum og svo framvegis. Því að mikið af þessu sem við getum gert fyrir þá munu mögulega einhver leyti nú þegar íslensk fyrirtæki gera. Ættu lífeyrissjóðir að beina sínum þangað? Það til dæmis, og þeir hafa verið að gera það. Þeir hafa verið að styðja okkur í Amarok sem hefur verið mjög hjálplegt. Ég á við raun og veru mun víðari og fleiri þætti sem ríki getur komið beint að. En vilji hjá Grænlendingu, nú þekkir þú mjög vel til það, dvelur þarna löngum stundum og ræði við stjórnmálamenn og viðskiptafólk og annað. Áhugi fyrir því að Íslendingar taki að sér þetta hlutverk? Já, en það sem mikilvægt að við gerum, að þeirra varhugur gagnvart því að segja, byrju allir þið að koma inn og gera allt þetta og allir ekki að borga neitt. Skilju, allir bara að nota styrk frá Dönum sem kemur inn og fá alla þjónustuna á þess að borga neitt inn. Þannig að það sem við þurfum að gera er að við þurfum að leggja í fjárfestingu ríkið sem ekki stór. Við þurfum að leyfa þeim að selja hreindýrakjöt til Íslands. Þetta eru bara 50.000 manns. Þetta eins og Eyjafjarðarsvæði. Þetta ekkert að neinu viti. Við þurfum að opna háskólan okkar. Við þurfum að bjóða þeim hingað eins velkomu við getum gegnum alls konar prógram sem við erum að gera. Við erum í þróunaraðstöð í Malaví eða Afríku. Við erum í alls konar fjárfestingum sem eru þó ekki eins mikilvægar fyrir okkar eigin hagsmuna eins og að fara í fjárfestingar í Grænlandi. Það gagnkvæmari ávinningur af því að ýta undir uppbyggingu Grænlandi heldur en í Afríku. Algjörlega. Fríverslunarsamningur, þú nefnir það fyrirbæri. Hafa menn teiknað upp einhverjar slíkar hugmyndir eða hefur þetta verið ámálgað innan stjórnkerfisins í utanríkisþjónustunni eða annars staðar? Það hefur verið gert, bæði Katrín Jakobsdóttir gerði raun og veru vilja yfirlýsingu að koma að fríverslunarsamning og það það er ekkert einfalt mál en ég held að listi Grænlands séu 2 blaðsíður, þannig þetta er ekki flókið. Það er tvísköttunarsamningur á milli landanna. Það eru alls konar samningar nú þegar út af Norðurlandasamstarfi. Það sem ég vil meina við getum gert er að við getum rammað þetta inn. Það bæði sýnir signal til Bandaríkjanna og Evrópu að við erum komin til þess að taka þátt í þessu. Svo eru litli hlutir sem ég geti nú hjálpa stjórnvöldum með sem skipta mjög miklu máli það hvernig fjármagn flæðir inn í Grænland. Og nú skal ég útskýra það betur. Þegar við byggjum verkefni í Grænlandi, þá erum 50-70% af fjárfestingunum okkar fólk. Það er að flytja fólk til að moka skurðinn eða bora hóluna og svo framvegis. Launið þeirra, tíma þeirra, kampurinn, það ekki gröfurnar og allt þetta sem eins og fólk heldur oft. Og það ekki til nægilega mikið af fólki á Grænlandi til þess að gera þetta allt. Þannig að við þurfum nú þegar að flytja inn meir en 50 manns í hverju mánuði. Og það Icelandair sem flýgur í hverju mánuði fyrir okkur og nýtur þess. Og svo framvegis og framvegis og framvegis. Þannig að ef að okkar kerfi hjálpar til dæmis við það að skrá inn fólk á Íslandi sem hefur getu til þess að vera í námafræðslu eða innviðaframleiðslu sem kemur kannski frá Austur-Evrópu eða hvaðan það sem og hjálpar Grænlendingum í því að ýta undir það að þeir geti farið þá sömu leið og Íslendingar hafa farið á síðustu 30 árum. Og hvað, þú leggur þetta til, þú listar upp í greininni í blaðinu í morgun nokkra leiðir. Þetta eru bæði efnahagslegt, þetta líka menningarlegt og menntalegs eðlis og annað í þeim dúr. Hvað næsta skref í þessu? Það engin Íslendingur með eins mikil tengslarninn og þú myndi ætla, þetta Eimskipafélagi með tengsl við Royal Arctic Line skipaflutningafélagi, þú nefnir Icelandair, Brim hefur nú það ekki verið að veiða á Grænlandsströndum. Hverjir eru það sem að munur hrinda þessu úr vöru? Það Þorgerður Katrín? Já, þetta var eðlilegast og fólk í utanríkisráðuneytinu þarna í þessum viðræðum og við getum hjálpað til. Við höfum samið við erum eitt stærsti leyfisveitandi í Grænlandi, við höfum samið við Grænlendinga í langan tíma og þekkjum vel til og það þarf að gera þetta ákveðinn hátt. Og þessi þættir sem hún nefndir áðan eins og menning, listir, trjáplöntun, samstarf sauðfjárbænda Suður-Grænlandi og Íslendinga, þetta skiptir líka máli. Við þurfum að byggja undir fólkið, alveg svo byggt undir okkur Íslendinga á menningarlegum forsendum og mynda þetta vinasamband. Þetta eru óbáslega litli peningar sem koma hratt tilbaka og ef við náum að styrkja þetta samband,
þá svo mikill áhugi frá Bandaríkjunum og Evrópu og Danmörku á því að skipta máli þarna og tala um kínverum og öðru slíku að Ísland getur verið í kjörstöðu sem jafningi hliðin á Grænlandi að hjálpa þeim. Þá getur Þorgerður valið það að gera betri EES-samning við Evrópusambandi af því að þetta mun skipta það máli. Þá tel ég það að það sé hægt að gera samninga við Trump fríverslun til Bandaríkjanna út af því að þetta skiptir það máli. En við þurfum að sýna í verki að við erum tilbúin að gera þetta, tilbúin að leggja til fjárfestingu. Þá mun opnast margar aðra dyr af því að við byggjum ekki neitt tilbaka. Það er lykillinn. Bretar eru búin að núna reyna að semja fríverslunarsamning núna í 2 ár. Og þeir fara þessa breskuleið þar sem við vilja biðja allt hitt og þetta og allt þetta. Og það er bara ekki rétt leið. Og við þurfum að horfast í augu það að við erum að fá meira út úr Grænlandi heldur en þeir eru að fá út úr okkur og verða þá tilbúin til að segja, hörru, nú þurfum við að leggja eitthvað til. Hvað stendur mögulega í vegi fyrir því og akkur að menn ekki gera þetta nú þegar? Eru fordómar í Grænlands hér og sem tækifærin sem þar líka? Sem betur fer þá horfa Grænlendingar til Íslendinga mjög jákvæðum augum. En Íslendingar til Grænlendinga, hvernig upplifun þín að því? Já, það er eitthvað sem við þurfum aðeins að fara að venja okkur á að lenda ekki í þessari svokallari danagildru. Það sem við horfum niður á það. Þú ert hér með bók sem við vorum að glugga í eftir sumarliða Ísleifssonar, það ekki? Jú, þetta sem Sögufélag gaf út. Já, Sögufélag gaf út og þetta finnst mér, þessi bók tekur viðhorfssögu Grænlands og Íslands síðustu 1000 ára. Hún nokkuð mikilvæg því að við Íslendingar var horft á okkur sem Grænlendingar sem fyllibittur. Og þetta oft sagt við mig, hvernig að vinna með Grænlendingum og það bara verið að horfa á mig og segja, þetta allt fyllibittur og geta unnið eitthvað. Þú upplifir þetta? Já, ég fæ þessar spurningar, hvernig að vinna með þeim? Ekki mikið félagsleg vandamál? Eins og sé ekki félagsleg vandamál í Íslandi? Sé ekki mikil drykkja á Íslandi? Og við þurfum að passa okkur að fara ekki þann farveg, af því þeir upplifa okkur ekki svona. Þeir þurfa vissulega að þróast og mentast og þeir eru viljuð til þess og þeir hafa óbúðslega mikla möguleika til að gera það. Þess vegna leggur félag eins og Amrock í þá vinnu og fjárfestir í menntun, skógrækt, öllu þessum hlutum. Það er auðvitað ekki bara því að við erum einhvern geislabaug. Við viljum nokkuð helst sleppa við það að borga $2.000 í hverju mánuð að flytja Íslending til Grænlands og nota Grænlendinga. Þannig að það eru efnahagslega forsendur bak við því. En þetta er óbúðslega mikilvægt því að við höfum líka það forsendur að opna markarnámar þarna. Þarna er mynd í bókinni er það ekki sem að þú segir lýsandi fyrir þetta. Við vörpum þessu upp á skjáinu. Já, hér er mynd af Íslendingi sem er döð og drukkin og er árið 1900. Já, og svona var hort á okkur Grænlendinga. Íslendinga máttu ekki vera ákveðnum börum í Danmörku eins og við þekkjum og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta er óbúðslega mikilvægt að við getum nýtt þessa sögu þar sem fólk horfir niður á einhverja aðila og sagt, heyrðu, við erum hérna í miðju Atlantshafinu, við skiptum Bandaríkin gríðarlega miklu máli, Íslendingar, Grænlendingar skipta Bandaríkin máli, það skiptir Evrópu miklu máli og svo framvegis. Og Danir, þeir hafa verið fjárfestar hjá okkur, danskir lífeyrissjóðir, þjóðarsjóður Danmörkur og hjálpað okkur. Og það skiptir máli að Danir taki meira þátt í þessu, eigið ekki bara til þess að nýta sér sem raunur að komast í stærra sæti á alþjóðsviðinu. Þeir hafa vanrækt Grænland, sérstaklega varnarlega sér. Það er alveg augljóst að Grænland er óvarin eyja og það er mjög bagalegt að það skulle vera stærsta eyja í heimi. Það er okkur máli. Og þá þarf að leggja til meiri fjárfestingu það og þá þarf að leggja meiri fjárfestingu í að brjóta ís. Ekki bara til þess að gera siglingar, líka bara til þess að ná í þess að málma og við skulum algjörlega hafa það reynu að vera í námuvinnslu og að leita námu, þetta er mjög erfitt, mjög áhættusamt og við erum í alls konar málum þarna hverjum degi að berjast við veðuröflin og annað slíkt og við erum að verða nokkuð góðið eftir 10 ár. Þetta þarf alltaf að vera þá til staðar og við þurfum að geta gert þetta af því að möguleikarnir eru svo gríðarlegir. Alveg svo þegar einhver horfa á Ísland 1940 og sagði þetta er nú bara einhver eldfjallega, það er ekkert hérna. Hvernig vildi það verið fyrir fyrsta aðalann sem byggði í Straumsvík og sagði við ætlum að fara að virkja hérna Þjórsá í 100 km fjalla og það er engin vegur og ekki neitt til þess að koma þessu yfir. Auðvitað var þetta jafn erfitt og við þekkjum það að Íslendingar að vera í þessari stöðu og höfum þá gríðarlega möguleika til að hjálpa þeim, hleypa henni gegnum fólki gegnum Ísland til þess að fara að vinna hana, láta stofnunum okkar að vinna með stofnunum þeirra og svo framvegis og leggja til hjálp, getu og vinhug af öllum þeim fórstöldum sem við getum gert
og þar leiðandi byggir Ísland í utanríkisstefnu sinni gríðarlega sérstöðu til þess að semja aðra hluti gagnvart öðrum löndum því þið sjáðu alveg hvað að gerast. Þetta land skiptir alla gríðarlega miklu máli. Ég hef skynjað á ferðum mínum Grænland þar sem að maður hefur hitt heimamenn að það eru fordómar í gegn Dana og ekki ástæðulausu. Þetta er sorgarsaga að mörgu leyti, ófrjósemisaðgerðir gegn konum og allskyns lík í lestinni sem að þar liggja eiginlega óbætt og annað þeim dúr. Eru Danir að vakna upp í vonda draum? Og ég tala nú ekki þegar Trump segir ég vil kaupa bannsetta eiguna. Ég hef líka samúð með Dönum einhverju leyti. Að því leitinu til að það verður óbúslega mistök og þá skammast alla sér og þá gera menn eins lítið vilja geta gert að þið vilja heimastjórnin ráða þessu en þið vilja samt halda þessari eigu og þið vilja hafa þessi áhrif og þeir horfa á þetta sem innveiklegan part af sér. En vandamálið þetta fyrir dansk efnahagslíf, ef að það væri ekki fyrir Novo Nordisk, þá hefði dansk efnahagslíf væntanlega verið í kreppu síðustu ár. Aðalmarkaður Novo Nordisk, þess að þeir fá einhvern fjármagn, er Bandaríkin. Við getum hort á nærtakaradæmi hérna í Íslandi, það er fyrirtæki sem heitir Coloplast, sem kaupir fyrirtæki sem heitir Kerecis, vissulega fyrir frábæra uppfinningu, en ennþá fremur fyrir þá ótrúlega áhættusömu aðgerð sem Guðmundur Fertram og félagar fóru í að byggja upp sölukerfi í Bandaríkjunum. Þeir áttu ekki sölukerfi í Bandaríkjunum, af því að bandaríkjamarkaðurinn skilar hvað mestu þegar kemur að heilbrigðisvörum. Þannig að ef að Bandaríkin segir, ef þið leggja ekki meira til þessar hluti eða geri ekki þessar hluti, þá getum við sett toll á eitthvað vörur frá Danmörku, þá er það myndi fleti út dansk efnahagslíf. Offitulyf og plástra. Nákvæmlega. Danir verða að bregðast við og þeir munu bregðast við, tel ég. Bandaríkir munu bregðast við, að þetta skiptir það máli. Hvað munu Bandaríkjamenn gera? Ætlar hann að taka eigin yfir? Er það ekki fjarstæðukennd hugmynd? Já, ég held að í greininni minni segi Trump, Churchill, Grænlands spurningamarki. Ég tel að með réttum aðferðum og þar alveg getur utanríkisþjónusta Íslandi gert sinn þátt í því, við hjá Amarok líka, þá var þetta að benda Trump á sögu Íslands. Hvernig hann gæti til dæmis frelsað Grænland, eins og Churchill gerði. Nú ef að það yrði ofan á, þá myndu allir leggjast við eitt, Íslendingar, Danir, Evrópusambandi sem og Bandaríkjamenn, að byggja hann upp blómlegt atvinnulíf, blómlegt samfélag, okkur öllum til hagsbóta, því að við þurfum þessa málma. Við þurfum þessa málma til að búa til þessi $1 trillion fyrirtæki í tækni sem raunur leggja ekki til þess að nýta þessa málma nema að taka þá úr skítugu námum í Kína. Þannig að við þurfum að geta gert þetta sjálf og við getum ekki leyft einu ríki að stýra algjörlega þessum gera. Hversu langt getum við komist eða þið og eftir atvikum Bandaríkjamenn og Grænlendingar, hversu langt þetta að komast í því að útvega nægilegt magna málmum litið til Grænlands? Hvað er þetta stórt forðabúr í heildarsamhengi hlutanna? Fyrir okkur Vesturlönd þá myndi Grænland í mörgu leyti duga algjörlega. Ég get sett samhengi. Það er náma upp í Alaska sem heitir Red Dog og hún útvegar þessi eina náma 80% af öllu synki og blýi fyrir Bandaríkjamarkað. Þannig að það þarf oft ekki nema 1-2 námur til að gera. Þegar voru settar viðskiptahindranir á Rússland, þá var náma sem heitir Norilsk Nickel sem nikkelið átti þá að fara út af markaði, þá var þetta hætt við það, þá þaut nikkelverðu. Þetta er ekki margar námur í heiminum sem gefa oft mikinn part af málmunum sem á þarf til þess að þjónusta ákveðin gera. Þannig að Grænland er svo stórt og það er með svo mikið af möguleikum, það er vissulega ís og það er lítið af fólki og svo framvegis, en þetta er það sem við Íslendingar kunnum og við erum að nýta okkur. Og eins og ég segi aftur, ef að þetta verður aðalfókusun okkar, fókusa kannski minna á það að fara í ferðir til Úkraínu eða vera á NATO-ráðstöfunum og allt þetta og fókusera á þennan fríverslunarsamning, núna sérstaklega þegar núna eru kosningar í Grænlandi, þá kemur ný stjórn og þá er þetta að vera fyrstur í röðinni og bjóða, sænga okkar útbreyta til þessa dásamlega land sem eru okkar vinir og bestu bandamenn, þá tel ég að aðri hlutir í kringum okkur munu opnast fyrir okkur. Ég þarf að kalla Þorgerði Katrínu hingað í settu þetta mjög fljótt til þess að fara yfir þessi mál, hlýðin yfir þetta, en örstuðt með Amarok Minerals, þið eruð á markaði í 3 löndum, ef ég kann þessa sögu rétt. Hvað er framundan að þið leitist þú mátt hjá þig sem fórstjóri í Kauphallar skráðu fyrirtæki?
Við erum í ári núna þar sem við erum að framleiða gull sem okkar fyrsta vara sem við erum að koma að markaði. Þetta ár mun, við köllum það afsakið í sletti trial mining og trial processing, þar sem við erum að prófa, þetta er svo að fá nýjan togara, þú tekur nokkra túra og prófar og vinnum okkur það út allt árið og stefnum svo fulla framleiðslu allt árið 2026. Við verðum að bora næsta sumar væntanlega lengst á bilinu 3-5 svæði, kopari, nikkeli, reröð. Við erum að verða búin að hanna fyrstu vatnsaflsvirkjun og svo þjónustufélag að verða tilbúið þar sem við tökum allar okkar eignir sem gríðarlega stóra fjárfestingar, borar og annað slíkt sem við munum tilkynna markaðnum bráðum sem þó til þess að Amarok getur ekki bara sinnt sínum verkefnum, heldur líka tekið þátt í verkefnum með öðrum aðilum í Grænlandi og mynda þá þetta, afsakið aftur í sleiti, þetta proxy fyrir Grænland, þar að segja að fólk getur fjárfest í okkur til þess að fá tengingu við málma eða orku eða þjónustu geirann í Grænlandi. Það er svo margir neikvæðir þessa dagana að tala það er svona einhver heimsslita orðræði í gangi út á Trump og Frankfurtunum þar. Þú bjartsýnn á framhaldið þó það hrikti í samskiptum annað. Þú sér bara tækifæri í þessu frekar en hitt. Já, það að því að við horfum til þess, þegar ég byrjaði þessu 2012, það vissi ég ekkert mæning. Ég kunni það ekki. Taldi mig auðvitað kunnað og var mjög kókrustur með það eins og ég á kyn til. En staðreyndin svo ég vissi ekki raun og veru hvað ég var að gera. Mér var lánsamur að fá gott fólk með mér og í gegnum þessa 12, 13, 14, 15 ára reynslu þá erum við búin að læra það að byggja námu sem við hefum ábyggilega gert öðru sem við gera aftur. Við erum búin að læra það að vera að bora, við erum búin að læra að gera rannsóknarteymi og svo framvegis. Og það ekki margir sem gera þetta í dag. Við erum eina félag á öllu Arctic-svæðinu sem byggði námu í fyrra. Við erum mest yfirgripsmeistla félagis í allri Evrópu sem rannsaka ný svæði. Við vitum ekki endilega hvort það verði hagkvæmt eða ekki, við erum samt að gera það. Og þessi þekking, saman hvað kemur mikið pening á borðið eða eitthvað sem mikið að leifum, þú þarft að geta gert þetta og það fólk á endanum að gera þetta. Því þetta ekki eitthvað app sem gert á 2-3 mánuðum og þú klárar einhverja kartón og börn meðan þú gerir það og svo framvegis. Þetta gert bara með fysiskt og ótrúlega mikið að þáttur sem þú ert að skilja og greina þegar þú ert að byggja svona upp. Gulli verður ekki til á TikTok. Nei. Eldur Olvarsson, þakka kærlega fyrir komin og gangi ykkur vel í þessu magnaða verkefni á Suður-Grænlandi. Takk fyrir kærlega. En haldið ykkur fast, við erum ekki alveg hætt þó að við séum búið með 2 hluta í þessum ágæta þætti okkar þennan föstudaginn. Því núna ætlum við að beina sjónum okkar aðeins að styrkja málum og fjármálum stjórnmálaflokkana. Það ræða hér þau mál næstu mínúturnar eftir örstuð hlé. Þitt fyrirtæki með samning? Komdu í hóp 1000 ánægðra viðskiptavina. Bílaleiga Akureyrar. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. I just want a little bit of party. Welcome to my house, let's move our body. If you need a place to share what's in your body. I have to sell. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Eins og ég nefndi við ykkur hér rétt áðan, þá höfum við ákveðið að sleppa ekki tækina af ykkur alveg strax, enda margt að ræða í pólitíkinu og reyndar á svo mörgum vígstöðum. Áfram hefur umræðan verið styrkjamál til stjórnmálaflokka og þá ákvörðun Daða Más Kristóferssonar, fjármálaráðherra, að endurkrefja Flokk fólksins ekki þær 240 milljónir króna sem að flokkurinn fékk ofgreiddar á árunum 2022-2024. Og ég rak augun hér á miðvikudaginn í ansi athyglisverða grein á miðopnu Morgunblaðsins eftir lögfræðing Einar Geir Þorsteinsson. Það var ekki annað að gera en að hringja í kappan og fá hann hingað í setti til þess að ræða efni og innihald greinarinnar og hvernig þetta mál blasir við honum. Blessaður Einar. Sælur blessaður. Ég nú byrja á því að þakka þér fyrir þessa grein. Hún kom mér í opnu skjöldu þar að segja ég átti ekki von á grein úr þessari átt sérstaklega. Arnar Þór Stefánsson, lögmaður, hafði nú reynt að tjá sig þetta mál að einhverju leyti líka en menn stíga dálítið varlega til jarðar. Þú færir rök fyrir því að fjármálaráðherra eigi að krefja Flokk fólksins þessa fjármuni?
Já, ég tel sko, bara ef við byrjum frá grunni með þetta mál, þá snýst þetta náttúrulega í grunninn þetta lög sem sett árið 2001 og varða styrki til stjórnmálasamtaka. Í lögunum kemur skýrt fram hvað skilyrði flokkar þurfa að uppfylla til að eiga rétt á þessum styrkjum. Það liggur fyrir að tiltekinn flokkur fólksins, hann uppfylla ekki skilyrði laganna. Og það eins í þessi 3 ár og gera þeir rauninni ekki enn. Svo staðan núna svo að upp krafa á hendur flokknum sem varðar eða það eru peningar fjármunir sem flokkurinn fær ranglega samkvæmt lögunum, ólögmætar greiðslur sem má segja. Og þá kemur það í fangi á nýjum fjármálaráðherra að taka ákvörðun hvað hann gerir við kröfuna. Og það sem ráðherra gerir, hann kallar þetta álitsgerðin frá 2 lögmönnum og sem gott og gilt og eitthvað sem rétt að gera í upphafi máls. Það ríkislögmaður annars vegar og svo Flóki Ásgeirsson, það ekki? Jú, einmitt. Og þessi lögmenn skila bara góðum álitsgerðum og er ekkert úr þær að setja beint. Og þeir fara yfir málið og svo gefa þeir sína skoðun á því hvort að ríkið að krefjast endurgreiðslu. Og að mínum að ástæðan fyrir að skrifa greinin kannski svo að þetta kannski ekki sem getur sett á herðar lögmanna að taka ákvörðun eða úrskurð þetta. Þeir hafa ekki úrskurðað vald í þessu, en ráðherrann hefur það mögulega? Já, ráðherrann hefur það, en hann leggur þetta til þessa lögmanna að taka ákvörðun lagalega séð þá, meta lagalega hvort endurgreiðsla sé tæk, þegar meginreglan svo að ofgreiddir fjármunir eða ranglega greiddir fjármunir eru endurgreiðir. Það er meginreglan. Þannig undantekning frá því til dæmis viðtakandi greiðslunnar góðri trú og það kannski ekki eitthvað sem lögmenn geta metið, það kannski eitthvað fyrir dómstól að meta og þess vegna legg ég til að krafan sé lögð fram til að byrja með. Mögulega fengið dómstól til að úrskurða hana en þetta alltaf ekki svona framkvæmd sem ég held að bara samfélagið hugnist einhvern veginn. Ef að sá sem tekur við fjármunum veit að því hann að taka við fjármununum í trássi við lög, getur það talist vera í góðri trú þá? Það er matsatriði og ekkert eitthvað kannski sem ég get metið og ekki bara lögmenn yfir höfuð. Þetta er eitthvað sem dómstól þurfa að meta. Það er ekki kannski mikil dómaframkvæmd til endurheimta ofgreiddum kröfum. En maður gæti talið að flokkur sem samþykkir lög og þetta er samþykkt á Alþingi meðal annars af þingmönnum flokksins að þeir geti teljast þeir í góðri trú að hafa ekki kynnt sér lögin sem gildum stjórnmálaflokkin. Inga Sæland hefur enda lýst því yfir í viðtölum í mynd að hún hafi haft vitneskju og vita það alveg frá upphafi að þau væru að þiggja þessar greiðslur í trássi við skráninguna. Já. Þannig að það er ekki eins og að þau hafi verið grandalaus gagnvart þessar stöðu sem nú er uppkomin. Nei, einmitt. Og það er eitthvað sem mætti kannski skoða frekar og það er kannski punkturinn með þessu kannski að það er ekki hægt að ljúka málinu bara svona með einu pennastriki. Þetta er kannski þyrfti að fara í þá frekar í skoðun og allan að leggja kröfuna fram og þá er þetta fólk kannski sjónarmið flokksins og ég er ekkert endilega að segja að endi með því að flokkurinn þurfa að endurgreiða þetta. En þetta er eitthvað sem þyrfti að skoða bara að heildrænu grunni og taka þessi sjónarmið öll til skoðun með grandsemi, grandleysi og er krafa lögð fram á ástæðulaust dráttar, það er eitthvað sem má skoða og þetta er eitthvað sem er ekki fyrir kannski lögmenn að meta eftir álitsgerðir sem er óskar eftir af ráðuneytinu. Þetta er kannski ekki grundvöllurinn sem svona mál eiga að fara fram og það er kannski. En eitt af því sem að lögmennir virðast nefna í þessu sambandi líka sem röksemd fyrir því að það ekki endurkrefja Flokk fólksins þessar greiðslur er það að fjármálaráðuneytið hafi ekki gegnt skyldu sinni lögum samkvæmt leiðbeiningarskyldu. Það er að segja að vera borgurunum til leiðbeiningar það hvernig þeir eiga að haga sínum málum. Stenst það skoðun á þínu mati? Það er náttúrulega eitt borgari og stjórnmálaflokkur, þetta er kannski annar hluti en samt sem áður er það þannig að með ofgreiðslur eru nánast oftast má rekja þetta mistaka þess sem greiðir. Oftast er þetta einhvers mistök en það hefur ekki verið talin ástæða til þess að fella niður ofgreiðslukröfu vegna þess að greiðan gerir mistök því að oftast eru þessar kröfur komnar vegna þess. Þannig að það er kannski hluti af þessu heildarmati en það er ekkert eitt og sér ástæða til að fella niður kröfuna á nánari skoðunar að mínu mati og annarra ef maður séð.
Hver væri þá réttur prósess að þínu mati? Hann þá sá að fjármálaráðuneytið geri einfaldlega endurkröfu á hendur flokknum, flokkurinn neitar að greiða og þá farið það fyrir dómstóla? Til að byrja með, þá tel ég að flokkurinn, ráðherra ætti að leggja fram endurgreiðslu kröfu, síðan getur flokkurinn að sjálfsögðu komið með eitthvað sjónarmið eða röksemdir fyrir því að hann er ekki að greiða kröfuna. Mögulega væri þetta að leysa þannig að hann uppfyllir lögin eftir á, ég þekki það ekki, það er eitthvað sem mætti skoða. Og þetta er alltaf fyrsta skrifið og ef sjónarmið kom ekki fram eða ef það er ekki hægt að leysa þetta með því að skrá flokkinn eftir á eða hvernig sem það er, þá náttúrulega er bara leggja það fyrir dómstóla, óháðan dómstól sem myndi þá skera úr þetta ágreiningsefni. Það tel ég vera réttu leiðina. Eitt sem að maður velti fyrir sér í þessu sambandi er að Daði Már Kristófersson, hann er nýr ráðherra fjármála og efnahagsmála, stórt og mikið ráðuneyti. Hann kemur inn í ríkisstjórn eins og fólk þekkir, ekki reyndar, hann er ekki þingmaður en hann er varaformaður Viðreisnar. Embætti sem hann gegnir, og hann gegnir því umboði stjórnar sem er mynduð af flokki fólksins meðal annars. Eru vanhæfi sjónarmið mögulega þarna uppi? Það er að segja, hann á allt undir því að flokkur fólksins heldist ekki á lestinni með einhverju móti, mögulega í tengslu við mála þessum tagi. Þetta er náttúrulega sjónarmið sem kom til skoðunar og þetta kannski ýtir ennþá undir það, enn frekar að þetta ætti að fara fyrir dómstóla, því að kannski, ég get ekkert fullyrt hvort hann sé vanhæfur eða ekki, en fyrir kannski, það eru sjónarmið upp hvort þetta tengist, þetta er náttúrulega samstarf milli, þetta er flokkur í stjórnarsamstarfi og ráðherra fyrir flokk í samstarfinu, þannig að augljóslega kannski upp á trausti að gera, þá væri kannski óháður dómstóll eða einhver annar aðili til að taka þessa ákvörðun, óháður hvort sé rétt eða ekki, þá er þetta kannski spurning traust og bara fyrir almenning, almenningur sem kannski sér ekki, hefur ekki allar hliðar málsins, hann getur kannski ekki, hann getur hugsað þetta mitt, er einhver annað á baki en bara lögfræði, það opnar þau sjónarmið, það sjálfsögðu. Ef að þessi staða kemur upp að ráðuneytið krefði flokkinum greiðsluna, flokkurinn hafnaði, þá er það væntanlega á einkaréttarlegum grunni, en við höfum séð samtök skattgreiðenda, við fluttum fréttir af því hér í gær að þau hafa vísað málum til saksóknara, telja þetta einfaldlega refsibrot. Já. Eru það sjónarmið sem að þér finnst koma til greina? Það er annað mál kannski sko, þeir náttúrulega geta bara sem félagsamtök sett inn ábendingu og óska eftir að eitthvað verið skoðað og þeim ber væntanlega að skoða það mál. Getur þetta verið refsivert, við vitum að lögin eru þannig og það er kveðið á það í þessu lögum stjórnmálaflokkana að ef að flokkar þiggi greiðslu sem að þeir eru ekki rétt á og þá getur það varða fangelsi alltaf 2 árum. Já, ég lít kannski ekki á svo að það er við í þessu máli. Ég lít á þetta einfaldlega sem bara, þetta er hefðbundin bara raungreiðsla sem bara lútir reglum endurgreiðslu ágreiðum kröfum. Þannig að þetta er í raun bara einkaréttarleg krafa þetta er bara raungreiðsla sem á sér stað og þá þarf bara að skoða, er grandsemi, er hún lögð fram án ástæðulausdráttar, þannig að bera endurgreiðana eða er ekki skilið fyrir því út af undantekningum frá meirihlunni. En fyrir mér snýr þetta eingöngu það, en mögulega er einhver rannsókn, það er rannsókn í hvað fjármunni fóru eitthvað svona, en það er kannski annar mál og ekki eitthvað sem ég er búinn að skoða eitthvað sérstaklega. Og hefur ekki fjallað í þessari grein sérstaklega og ætla ég nú ekki að knýja dyrum þau mál. En hvernig lítur þetta út svona lögfræðilega síðan nú þegar Daði Már hefur kveðið upp þennan úrskurð sinn sem að við þekkjum, er einhver leið til þess að fá þetta endurskoðið, er þetta í raun leitt í jörð bara með ákvörðun ráðherra? Þetta er náttúrulega kannski flókið stað út af því að þetta er náttúrulega aðila málsins það er ráðherra og svo er það þessi flokkur. Þannig að það er engin annar aðili í þessu máli og flokkun er ekki að fara óska eftir endurupptöku og þessar ákvörðun eitthvað svoleiðis. Gæti stjórnskipunar eftirlitsnefnd gert það eða fjárlaganefndin þar sem að þetta varðar auðvitað greiðslur úr ríkissjóði? Þetta er eitthvað sem það ber að skoða á Alþingi og svo veltir maður upp kannski umboðsmann Alþingis. Þetta er eitthvað sem er hægt að skoða frekar sko og þetta er náttúrulega þingin í byrjað og ég ger ráð fyrir að þetta verði skoða á þeim grundvelli einnig. Já. Einar Geir, þakka þér fyrir kærlega að koma hérna til okkar og fara yfir þetta og þakka þér fyrir þitt innlegg í umræðuna. Já, takk fyrir að hafa mig.
Við munum að sjálfsögðu fylgja þessu máli eftir, hvað sem tautar og raular, og full ástæði fyrir fjölmiðla að fjalla þetta. Þetta eru gríðarlegi fjármunir sem þarna eigi hlut, 240 milljónir hvorki meira né minna, og skiptir þá engu hvaða gagnrýni við hljótum fyrir að fylgja þessu eftir. En spursmál verða ekki lengri að þessu sinni þennan föstudaginn. Við verðum hér aftur á sama tíma að viku liðinni, og eitthvað segir mér að það verði ekki minna að frétta af hinu pólitíska sviði þá en einmitt nú.